Fyrsti möguleikinn í Goalbox er að senda kylfingum skilaboð í gegnum kerfið sem þýðir í raun og veru að þegar kylfingar skrá sig inn á Goalbox að þá sjá þeir skilaboð á forsíðunni frá golfklúnum og eins og hérna sést að þá smeltum við á klúbbur og skilaboð og búum í raun og veru til skilaboðin þar. Það sem er mikilvægt er að á hvaða hóp þetta á að fara og það eru, eins og þið þekkið, það eru virkir hópar í Goalbox sem hægt er að nota og svo getið þið náttúrulega líka búið til kyrrstæða hópa sem þið eru að búa til sjálf. En ef þá bara senda á meðlimi í klúbnum sem eru virkir, að þá er það hópurinn allir virkir leikmenn. Ef þið notið meðlimir, hópinn sem er virkur, þá eru það að senda líka á fyrrverandi meðlimi og það er kannski ekki það sem ég vilja gera. En hérna í þessu tilviki þá bara bý ég til skilaboð á einn tiltekinn kylfing og eins og þið sjáu hér mjög einfaldur texti og síðan hérna sjáu þið það er búið að senda þetta og þegar kylfingurinn skrá sig inn þá birtist þetta hérna skilaboð frá klúbbi. Annar möguleiki að senda skilaboð á kylfinga er að nota fjölpóst og þá farið í skýrslur og velja það vinstra megin fjölpóstur og þar bara er bætið við nýjum fjölpósti og skýrið hann þar sem þið viljið. En það sem þarf að athuga í þessu að hérna hafa kylfingarnir ekki möguleika á að afskrá sig af þessum lista. Þið eruð að velja þarna einhvern ákveðin hóp, þið getið valið einhverja hópa sem eru í kerfinum virka eða kyrrstæða. Þið getið líka valið úr félagaskráni sem dæmi bara einhver forgjafamörk eða aldur, kyn. Þannig að þarna getið þið sniðið fjölpóstinn að þeim sem þið ætlið að senda hann á. En eins og áður sagði að kylfingarnir hafa ekki möguleika þegar þið fá póstinn að afskrá sig af þessum lista. Ef þið eruð að gera fréttabréf sem fer vikulega út á kylfinga þá er kannski sniður að nota annan hugbúnað eins og Mailchimp eða Sender í slíkt og þar geta kylfinga þá afskrá sig af þeim lista. Og eins er hægt að mæla með Mailchimp svona hvernig lesturinn er. En hérna sjáum við að þið getið valið forgjöf, aldur. Þannig að það eru margir möguleikar í boði að búa til hóp. Í þessu tilviki ætlum við bara að senda á einn tiltekinn kylfing. Þarna þurfum við að opna ritil og þarna skrifum við hvað á að standa í fjölpóstinum og ítum á vista. Hægt er að prenta út, skoða þetta. Hérna kemur síðan stillingar hvernig þið viljið láta bréfið berast og það er gott að fara yfir þá möguleika sem er í boði hérna frá hvaða tölvupósti þetta sendist út og hver á að svara. Eins er hægt að sjá hvaða viðtekundur eru með netfang og hver er ekki og þá er hægt að senda skilaboð á þá. Enn einn möguleikin er að fara bara í skýrslur aftur og taka út skýrslu með símanúmerum og netfangi. Hægt að taka það út í Excel skrá og nota í öðrum hugbúnaði eins og Mailchimp eða Sender.
svo hægt að koma skilaboðum eða fréttum á félagsmenn og það þá bara undir klúbbar og fréttir og það raun og veru skrifið bara fréttina eins og hún á að birtast. Og svo ákveðið eins og áður fyrir hverja þetta sýnilegt, ef þetta fyrir alla meðlum í klúbnum, að þá það allir virkir leikmenn, ekki fyrrverandi meðlimir. Eins og áður sagði að þá meðlimir í klúbnum sem hópur þarna líka, að hann tekur fyrrverandi meðlimir líka með. Þannig að þeir sem eru virkir í klúbnum, að þá velja hópin allir virkir leikmenn eða búið til ykkar einn hóp. Nú þegar búið að gera fréttina þá sérstu hún sýnilega á forsíðu hjá viðkomandi kylfing. Það farið í fréttir.